Donni Sigurðsson. Donni, það er óhætt að segja að þetta sumar hefur verið þannig að það er allir leikir stórleikir. Þetta búið að vera svo jöfn deild og baráttan heldur áfram, Breiðablik á laugardaginn. Þetta verður eitthvað. Já, þetta er bara sannkallað stór leikur, engin spurning með það. Breiðablik er búið að reyna að stríða okkur aðeins í deildinni í sumar og hafa svona verið fyrir ofan og neðan okkur og við höfum svona verið að keppa svolítið í allt sumar og núna bara, við erum eina leið sem hefur unnið þær og núna er bara komið af seinni viðureigninni og þetta er bara sem búið að vera að bíða eftir í allt sumarrunni og útkláða bara þetta mál yfir höfu, hver ætlar að vera Íslandsmeistari og það ætlum við svo sannarlega. Við erum með það á hreinu, hver ætla sér að vera það? Já, engin spurning, ég held að og langflestir eru það með það á hreinu líka þannig að svo þurfum við bara að klára og spila leikinn og sjá hvað gerist. Donni, hvernig kemur liðið núna undan þessu sagðri pásu, búið að vera á landsleikjahlé? Hvernig er stemmingin á hópnum? Bara ótrúlega góð, þeir koma ótrúlega vel undan þessari pásu. Mexíkonsku leikmennir okkar, þeir spiluðu 2 leiki í Frakklandi, þar sem að 2 af þeim spiluðu 290 mínútur, bæði á móti franska landsliðinu og svo Paris Saint-Germain, sem er eitt af betri liðunum í Evrópu. Og Fanny okkar skoraði þar til dæmis 1 mark og þær stóðu sem mjög vel og eru heilar, allar 3 og Ariana spilaði stolli líka, þó nokkuð. Byrjuði inn á báðaleikjunum og landsliðsmennirnir okkar á Íslandi, þær eru bara ættu að vera ferskar eftir þetta landsleiki. Koma bara hressar og kátar og tilbúnar að sína sig og sanna í leiknum núna á móti Breiðablik og Hulda Björg, hún náttúrulega var fyrirlið í öðru leiknum sem var stórkostlegur árangur hjá henni og þannig ég veit bara ekki annað en að þær verði bara ótrúlega flottar á morgun, á laugardaginn. Heldur að sitji kannski eitthvað í stelpunum, þetta náttúrulega getur sagt að áhangendur íslenska kvennaknattspyrnu eru pínlítið í sárum núna. Þetta var rosalega gremmilegt að liðið skyldi ekki komast alla leið. Nei, ég held að sitji nú alls ekkert í okkar leikmönnum, ég hef enga trú á því. Ég hef enga trú á því, en jú, þetta var pínu leiðilegt að það skildi nú ekki ná að klára þessa leiki, eða þennan leikar sem á móti Tékkum, sérstaklega hann. Því það var klárlega stór séns og ég meina með við færin sem að liðið fekk í leiknum þá átti hann vissulega að klára leikin og markið með markið sem fengi á sig líka þannig að jú, ég held að það bara yfir höfuð mjög svekkjandi fyrir allt og alla sem að þessu koma. En geta hann var til staðar hjá liðinu, eða til staðar? Já, engin spurning og ég meina eins og ég segi, þær komu sér í fullt af færum, það vantaði bara að klára færin og kannski vantaði Söndur okkar inn á til þess að klára þessi blessuðu færi, hún hefur nú klárað sín færi þokkalega vel í allt sumar, þannig að það er svo sem ekki mitt að meta en gaman að vera veitur eftir á. Við höfum nótt fyrir 13 marka maskinu. Já, engin spurning, ég meina þú veist eins gaman að og samglist að stelpunum að fá að spila landsleiki þá verður nú vel að viðurkenna, ég var nú bara þokkalega sáttur að það sé ekki verið þreytaðar hérna eitthvað því það er nóg með að vera hjá okkur ég segi í djóki sko, þannig að við þurfum svo sannlega þessum stelpum að halda okkar öllum leikmönnum og í toppformi og ég meta þannig að þeir séu klárlega í toppformi. Það er eins og ég kom að því upp að það er allt núna, öll verkefnin eru stór og svo næstu viku þá er náttúrulega þetta stóra verkefni hérna Wolfsburg kemur á Þórsvöll og það hlýtur að vera komið spenningur í alla. Já, algjörlega, ég held það og ég held að segja svona meira kannski svo sem í fólk í kringum liðið og áhangendur og allt svoleiðis. Við sem stöndum að liðinu og liðið sjálft við einbyttum okkur bara fullum krafti að leiknum á laugardaginn. Hann er það sem skiptir öllu máli núna. Wolfsburg-leikurinn kemur bara þannig kemur, það er ekkert stress fyrir honum. Við ætlum bara að klára hann Breiðabliksleik og svo getum við farið að láta okkur hlakka til eða undirbúa okkur fyrir þann leik. En núna eins og ég segi, bara Breiðablikur 1, 2 og 10 og við ætlum að klára þann leik og leggja alla okkur orku í hann og undirbúum okkur bara vel og ætlum að klára hann. En fyrir svona stelpur eins og í okkar liði sem eru flesta hverja orðnar mjög reynsluðum mikla þrátt fyrir ungan aldur, þá má kannski segja að það sé ekki beint spenningur heldur meira tilhlökkun til þess að hvert verkefni sem býður. Já, þannig á það líka að vera maður þegar bara yfir höfuð í lífinu, maður á aldrei að kvíða fyrir einu því að maður veit aldrei hvað gerist næst. Svo við tökum annars sálfræðitíma saman. Það er nú bara eins og þannig að maður getur ekki breytt því sem búið og maður hefur voða lítil áhrif á það sem verður en maður getur stjórnað því sem gerist á líðandi stundu
og þannig að ég held að stelpunum séu bara spenntar og hlakka til fyrir öllum þeir verkefni sem framöndan eru og eins og ég sagði áðan og ítreka við byrjum bara á laugardeginum og svo sjáum við hvað gerist bara eftir það. Og þið væntanlega náttúrulega eins og svo sem alltaf er að koma fram með okkur, farið bara í þetta verkefni til þess að vinna og þið skiljið eftir pínulítið pláss fyrir 3 stig sem við þurfum að koma að í farangurum í fluginu heim. Engin spurning, við ætlum bara að vinna að Breiðablik. Við höfum gert það undanfarið og við vitum nákvæmlega hvað Breiðablik gerir og þeirra styrkleika og þeirra veikleika klálega og við ætlum að reyna að nýta okkur það. Hins vegar veitum við náttúrulega Breiðablik allt um okkar lið líka og það er undirbúið sig hörkulega vel og með góða þjálfara og gott þjálfara lið og það er vita flest allt sem við ætlum að gera bara líka, þannig að þetta verður hörkuleikur. Breiðablikarnir eru búin að vera svona eiginlega bara, það er búin að falla rosalega margt með þeim af því að þeir eru búin að vinna svaklega vel fyrir, búin að standa sér frábælega í allt sumar og það verður bara að rósa þeim alveg svaklega mikið fyrir það. Mér finnst það eru búin að standa sér frábælega, bara að spila mjög vel en það skiptir ekki svo sem neinu máli en það er bara gaman fyrir þær en það breytist á laugardag, við ætlum að vinna þar aftur og við ætlum að vinna hann helvítis titil. Það er spenningur. Já, klálega. Þetta eru skemmtilegustu leikirnir maður, þú veist, þegar fer að líða enda sumars og þú veist, það er allt undir í öllum leikjum bara núna og miklu skemmtilegri heldur en að vera búin að rústa mótin einhvern tímann fyrir nokkrum umferðum síðan. Hafa þetta bara fram á loka leika sem við gerum í fyrra og bara fagna þegar það er ennþá skemmtilega að fagna þegar það er svoleiðis. Margeir Þorgrímur Þorvaldsson sem skrifaði bókina í Fiðringur í tánum, er ekki allir með fiðring í tánum núna? Ég held að það hljóti að vera allir með fiðring í tánum, engin spurning. Takk fyrir það. Takk fyrir það.